Já, komið sæl. Það var látið þungbúið hér á vestur helmingi landsins nú síðdegis, en erum við hér með skilabakka sem er að leita austur yfir landið. Viðbúið við fáum úrkomu víða land í kvöld og í nótt á meðan þessi bakki fer yfir. En svona í grunninn er áttinn þá suðvestla hjá okkur og verður það meira og minna á morgun. Getur verið svona kaldi í þessu víða land. En dregur síðan úr úrkomunni svona að mestu leyti þegar líður á morgundaginn, nema að vera skildi þá fyrir úrkomuflekki þá á norðausturhorni landsins. Og við sjáum á hitasíðuna, þetta nú svona til þess að gera milt loft sem að streyma hér til austurs yfir landið. En það startar nú svo sem ekki lengi við, og við sjáum hér á eftir á þriðjudaginn að þá fáum við dettur hér aftur inn norðlæga átt og kólnar allan hjá okkur þá stundarsakir. Og á nærsviðinu sjáum við að það hér klukkan 19 skýjað eiginlega mest yfir öllu leyti á landinu og þungbúið í þessum skilum, og hvernig þetta belti færist þá hér til austurs yfir landi, væntanlega allir landshlutar sem að fá eitthvað úrkomu þá í kvöld og í nótt, en síðan dregur þá bæði smá saman úr vindi á morgun og úrkomu, og það getur einnig gerst að það rofa nú svona til allan að austar dregur á landinu, fáum glöfur í skýjahuluna, og það getur nú svo sem einnig gerst á norðvesturhorni landsins. Hér staðan klukkan 14 á morgun sem hitatölur alveg með ágætum, fáum sjálfsagt þetta 12-13 stiga hita, hámarkshita þá á norðvesturhorninu á morgun. Annars þetta nú mikið til á bilinu 5-10 stig, og þegar hér komið sögu eitthvað lítilsháttar úrkoma hér á köflum vestan til, en lítið annar staðar, og svo kerum við myndina áfram eða spákortina áfram, og þá sjáum við að hvernig það byrjar að draga smá saman úr vindi þegar líður á kvöldið. Einhverja úrkomu getur gætt hér á annað kvöld og aðfram þriðjudags á suðvesturhorninu, en þegar við komum fram á þriðjudaginn þá komið norðankaldi í þetta hjá okkur og kólnandi veður, og getur gert rigningu, slitu og jafnvel snjókomu þá til fjalla hér á norðausturhorni landsins, sem og eitthvað vestur eftir með norðausturströndinni, en verður væntanlega tiltölulega bjart á hér sunnan og vestan til, og þar fáum við hæstu hitatölunar þennan daginn. En hún verður nú ekki mjög langvinn þessi norðlæga átt. Loftin sig fyrir smá saman hækkandi þegar líður á þriðjudaginn, það slaknar á vindasviðinu, dregur úr úrkomunni, og þegar kemur fram á miðvikudag þá fer svona vindur smá saman að snúast til suðurs, og þá fer aftur að draga fyrir sólu hér á vesturhelmingi landsins og svona glittir í úrkomubelti sem að kemur þá inn þegar líður á miðvikudaginn. Þetta staðan á hádegi á miðvikudag, skýjað mestu leyti hér á vesturhelmingi landsins, svona bjart með köflum þá þegar austar dregur, og hitatölur svona almennt séð á bilinu 4 til 9-10 stig, og síðan á fimmtudaginn þá svona spár að gera ráð fyrir að það muni koma hér lægðarbóla upp að landinu, muni geta ringt þá sunnan og vestanlands, en það ennþá töluverð óvissa tengd þessari spá, og þetta svona eiginlega útgildi spá sem við erum að sjá hér, þar að segja þessi úrkoma hér sunnan til, en aðra spár að sína minni úrkomu í þessu. En í Evrópu þá nú svo sem svona þessar skúraleiðingar víða í álfunni. Sjáum það til að mynda það lægð þér stödd rétt söður að Svíþjóð og að valda í hér rigningu eða skúrum víða í Mið-Evrópu, og það raunin að teygja sig hér söður yfir Alpana, og einnig skúraleiðingar víða á Íberíuskaganum, það sérstaklega náttúrulega í Portugal og norðurhluta Spánar, en fínasta veður svo sem hér í suðausturhluta skagans. Einhverja skúraleiðingar mun gæta norðan til á Kanaríeyjum á morgun, en annars bara prýðilegt veður svona heilt yfir. Og hvað varðar Norður-Ameríku, þá þrumuklakkar hér víða í suðurríkjunum, en að öðru leyti töluverð lát eða í þessu korti, bjart veður á stórum svæðum, og það helst þegar við komum hér norður til Kanada, við sjáum einhverjar svona smálægðir þar á ferð, en vekinni athygli að það hitabylgja hér í Arizona og búist til 40 stiga hita
í til að mynda Phoenix á morgun. En við skulum láta svo lokið að verði í dag, verið sæl.